Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Hestamannafélagið Léttir, það fagnar nú 90 ára afmæli sínu á þessu ári. Segðu mér aðeins frá því, hvað er Léttir og hvað gerir félagið? Léttir er lífið. Nei, Léttir er sem sagt stærsta hestamannafélagið utan Stóra Reykjavíkursvæðisins á landinu og næst elsta hestamannafélagið. Og við erum með tæplega 500 félagsmenn og við sem sagt sjáum mikið bara fræðslu og námskeið og að búa rosa mikið að gera í mótahaldi. Og svo erum við farin núna að vera með stórsýningu 20. og 21. apríl. Og svo sjáum við beitilönd og samstarfi Akureyrarbæ, Rauðvegi, snjómokstur, bara nefndu það, allt sem þarf til að geta verið hestamaður. Það gerir Léttir. Léttir stendur fyrir fjölmörgum mótum og viðburðum á hverju ári. Norðlenska hestaveislan er stærsti einstaki viðburðurinn, haldinn í apríl á hverju ári, en veislan samanstendur af 2 stórsýningum í Léttishöllinni, rútuferðum á ræktunarbú og kennslisýningum frá háskólanum og Hólum. Já, þetta er sýning sem við erum búin að vera með síðan við opnuðum húsið 2009 og heitir Fákrafjör. Þannig byrjaði það, hétt Fákrafjör og það er svona lokal sýning þar sem félagsmenn okkar koma fram og svona í bland við stjörnur landsins. Og svo fyrir 4 árum síðan þá ákváðum við að stækka þennan viðburð og fórum í samstarfi við hrossarækt.is sem að sjá stóðhestaveisluna og þannig á föstudeginum 20. er Fákrafjör sem er þessi félagslega sýning og er rosalega skemmtileg fyrir alla. Hérna eru svona alls konar slaufureiðir og flottir hestar og börn og allskyns og núna því við afmæli þá verða einhverja heiðranir og svona fínir í. Og svo á laugardeginum ætlum við í rútuferð. Í þetta ára ætlum við að fara inn í fjörð. Við ætlum að fara og kíkja á í reiðskólan í Ystagerði, komum við á brúnum sem voru að opna stórglæsilega aðstöðu til hestasýninga og myndlista. Og svo ætlum við að koma við á Kaupangsbökkum sem er í eigu okkur léttismanna og svo endum við hjá Guðmundi Hjálmars í hesthúsinu hans. Hann ætlar að bjóða okkur upp á eitthvað gott. Og þá kvöldið verður stóðhestaveisla þar sem allir helstu, flottustu stóðhestar landsins munu koma fram. Þannig að þetta er bara heljarinnar gleði. Hestamennskan er náttúrulega ofboðslega vinsæl íþrótt og er 3. stærsta sérsamband innan ISÍ eftir bara fótbolta og golfi held ég. Kannski eru fimleikarnir búin að sigla fram úr okkur en það er gríðarlegur fjöldi Íslendinga sem er í hestamennsku og það eru hrossarækt og búið allt. Við erum öll spámenn og við viljum öll rækta næsta heimsmeistara og gerum það óhikað. Þannig að það er gríðarlega mikið af hrossabúum og bæði hér á líka þessu Norðurlandi, Eyjafjörður og Þingeyjarsveitin og tala ekki Skagafjörðinn og Húnavatnssýslurnar og það koma einmitt gestir alveg austan úr Þistilfirði til okkar á Fákrafjör. Þannig að þetta er mjög vinsælt. Áhuginn ekki bundin við landsteinana hérna á Íslandi? Nei, svo sannarlega ekki. Það er rosa áhugi erlendis. Já, við segjum stundum að þeir sem eru í Íslands hestum erlendis, þeir slá okkur öllum út í áhuga og brjálæðinu, eins og maður segir. Við erum öll alveg sjúk í hestin en útlendingar alveg elskan, en það er þetta besti hestur. Hvað áhrif heldur að hafa á eins og til dæmis bara ferðaþjónustu? Hestatengt ferðaþjónustu á Íslandi er að skila rúmum 18 milljörðum í þjóðarbúið, þannig að hestatengt ferðaþjónustu á Íslandi er gríðarlega mikið og ef við ætlum að halda henni þá þarf ríkið aðeins að spýta í og gera betri og öruggari reiðvegi. Það er svolítið erfitt, sérstaklega hér á Norðurlandi eða hér í Eyjafjörðinum er það mjög erfitt fyrir okkur að komast héðan í burtu til þess að fara aðrar sveitir og þú kemst ekkert lengra en inn á Hrafnagili með góðu móti með rekstur til dæmis ef þú ætlar að vera með þannig ferðaþjónustu. En það er allt til bóta vonandi og ég held að allir séu að vakna til lífsins og allir að sjá að þetta er engin bóla. Hvað er það við hestamennskuna sem heillar? Hvað er svona skemmtilegt? Vá. Það er stórt spurt. Það er náttúrulega bara nálægðin við skepnuna og hestur er náttúrulega bara einstök skepna og ég held að þetta tengist líka bara útiverunni og vera út í náttúrunni, ríðandi hest í náttúrunni, það er bara ekkert betra held ég. Nema mögulega þá kannski að fara gangandi fyrir þá sem að nenna því. En það er bara þetta, ferðast, hestamenn eru almennt séð við svona létt og hress og skemmtileg, syngjum mikið
og höfum gaman og reynum öll að vera vinir og hesturinn tengir okkur bara ótrúlegasta fólk saman. Og það er það sem er svo æðislegt að ég og vinur út allan heim alls staðar að úr öllum samfélögum sko. Og öll sameinist við þetta eina litla áhugamál sem hesturinn okkar. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.